Guðrún Katrín Thorbergsdóttir, forsetafrú, lést á sjúkrahúsi í Seattle í Bandaríkjunum að kvöldi 12. október. En þar gekkst hún undir beinmergsflutning í júlí eftir að hvítblæði sem hún greindist með á síðasta ári hafði tekið sig upp að nýju. Þau 2 ár sem Guðrún Katrín Thorbergsdóttir stóð við hlið manns síns sem forsetafrú voru viðburðarík. Hún ávann sér velvild og virðingu þjóðarinnar, ekki síst vegna fágaðrar framkomu og einlægs áhuga á velferð lands og þjóðar. Þegar fréttin barst voru fánar dregnir í hálfa stöng og bænastundir voru meðal annars í Háteigskirkju og í Kristskirkju og Guðrúnar Katrínar var minnst á Alþingi og á kirkjuþingi. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson og dæturnar Dalla og Tinna fylgdu kistu forsetafrúarinnar frá Seattle til Íslands. Móttökuathöfn var á Keflavíkurflugvelli. Haustsvalinn napur íslenski, hann mætir ykkur, kæra fjölskylda, en hlýtt fel alþjóðar sem umvefur ykkur almenn samúð. Forseta Íslands og fjölskyldu hans bárust samúðarkveðjur frá þjóðarleiðtogum víðs vegar heim og fjöldi fólks kom til Bessastaða og ritaði nafn sitt í minningabók forsetafrúna. Útför Guðrúnar Katrínar Thorbergsdóttur var gerð frá Hallgrímskirkju að viðstöddu miklu fjölmenni. Þjóðhöfðingjar allra Norðurlanda voru viðstaddir útföruna en hún fór fram á vegum ríkisstjórnarinnar. Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson, jarðsöng. Ráðherrar báru kistuna fram kirkjuna en síðan tók heiðursvörður við. Frá Hallgrímskirkju var kistan flutt í Fossvogskapellu þar sem haldin var stutt athöfn fyrir nánustu fjölskyldu Guðrúnar Katrínar. Að athöfninni lokinni var efnt til hádegisverðar fyrir þjóðhöfðingja Norðurlanda og nokkra aðra gesti á Bessastöðum.